ágætu gestir. Ég bið ykkur hjartanlega velkomin til þessara athafnar. Þessar mundir eru öll liðin frá því að orðabók Sigfúsar Blöndal kom út og nú fögnum við því að hún kemur út í rafrænni gerð. Íslensk-dönsk orðabók eftir Sigfús kom út á árunum 1920-24 og hún er vafalaust eitt af lykilverkum í íslenskri orðabókarsögu og er einn stærsta orðabókin sem hefur verið gerð til þessa. Sigfús vann að orðabókinni í fjölda ára ásamt eiginkonu sinni, Björgu Þorláksdóttur Blöndal. Þau bjuggu og störfuðu í Kaupmannahöfn meðan á verkinu stóð, en með þeim unnu líka samverkamenn að bókinni. Árið 2016 var tekin ákvörðun að af dansk-íslenska orðabókasjóðnum að gera íslensk-dansk orðabók aðgengilega á vefnum. Orðabókin er gríðarlega stór, hún er yfir 1000 blaðsíður sem hafa alla verið ljóslesnar, yfirfarnar og textinn gerður leitarbær. Útgefandi rafrænu gerðarinnar er stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Og ég vil nota þetta tækifæri til að þakka stjórn dansk-íslenska sjóðsins fyrir framsýni og metnað í þessu verkefni með því að fjármagna þessa nýju rafrænu gerð og síðan að láta eftir stöðvar sjóðsins renna til stofnunarinnar þannig að sé hægt að halda við þessum vef til framtíðar. Nú munum við verða haldin 4 erindi orðabókina og þessa vinnu við rafrænu gerðina og það er vel við hæfi að formaður dansk-íslenska orðabókasjóðsins Guðrún Kvaran komi hér fyrst upp og segi frá sjóðnum og sjálfa orðabókina. Gjör svo vel, Guðrún. Já, þakka þér fyrir. Ég er nú ekki lengur formaður en það gerir ekki til. Ég kem að því og eftir. Léleg ljós hérna, það gerir ekki til. Í dag er merkilegu dagur sem án efa hefði glett þau hjón Björgu Þorláksdóttur og Sigfús Blöndal. Þau töldu á sínum tíma nauðsyn á að á markaði væri til vönduð íslensk-dönsk orðabók og hófu vinnu við slíka bók á saumardaginn 1. árið 1903. Hvorugt hafði reynslu af orðabókagerð og við upphaf verksins hefur ekki hvarflað að þeim að 20 ár tækja að ljúka því. Vegna skammtaðs tíma míns segi ég ekkert frá gangi verksins en ræði stuttlega fjármálin. Fjárstuðningur fékkst í upphafi úr dönskum og íslenskum sjóðum en fé var samt ávallt af skornum skammti. Þegar lokin nálguðust var lítið fé aflögu til prentunarinnar. Sigfús var bundinn skyldustörfum í Kaupmannahöfn svo að Björg fór til Reykjavíkur til að reyna að fá alþingi til að styrkja prentunina. Gegn því að ríkisþing Dana legði einnig fram fé. Þetta má lesa í bæklingnum Ísland skapar fordæmi sem aðgengilegur er á bækur.is á vef Þjóðarbókhlöðu. Björg fekk óvenjulega hugmynd í ferðinni en hún var sú að orðabókin ætti að eiga sig sjálf. Stjórnir Íslands og Danmerkur legðu fram fé til fyrstu útgáfu en allur ágóði af sölu bókarinnar rynni í sjóð sem héti hinn íslensk-danski orðabókasjóður. Orðrétt og skyldi sjóði þessum varið til fullkomnunar bókinni og til nýrrar útgáfu þörf gerðist. Kæmi svo aftur andvirði þeirrar útgáfu í sjóðinn og svo koll af kolli meðan íslensk og dönsk tunga héldust við lýði. Tilvitni líður. Þetta var vorið 1919. Stjórn sjóðsins átti að vera skipuð 5 mönnum, Sigfúsi, Björgu, einum sem Sigfús tilnefndi, einum frá kennslumálaráðuneyti Íslands og einum frá kennslumálaráðuneyti Danmerkur. Jón Helgason prófessor var fulltrúi Dana í stjórninni en enginn hefur komið í hans stað eftir að hann féll frá. Stjórnina skipuðu síðast Guðrún Kvaran, Hrefna Arnalds, Jón G. Friðjónsson og Vésteinn Ólason. Fyrsta útgáfa bókarinnar kom út í heftum á árunum 1920-24. Á kreppu árunum seldist bókin sem yfirleitt var kennd Sigfúsi og gjarnan nefnd Blöndalsbók eða bara Blöndal, fremur dræmt. Fjárráð almennings urðu betri á stríðsárunum og salan jókst verulega. Þá greip stjórn sjóðsins til þess ráðs 1945 að skammta hana
og að leyfi þyrfti frá stjórninni til að kaupa eintak. Hún kostaði 300 krónur, óbundin út úr búð. Heimspekideild Háskóla Íslands fékk einhver eintök til umráða sem selja mátti stúdentum í íslensku á 200 krónur, en þó aðeins að þeir hefðu lokið fyrirhlutaprófi. Bókin seldist upp og Alexander Jóhannesson, sem tók við formennsku Sigfúsi, lagði til að bókin yrði ljósprentuð. Sú flökkusaga gekk eftir fund í stjórninni þar sem stjórnarmenn hefðu tekið afar illa í hugmyndina að Alexander hefði sagt eitthvað á þessa leið þegar fundi var að ljúka. Ég lít þá á þetta sem samþykkt. Svona var stjórna. Hagnaður var á ljósprentuninni og stjórnin réðst í að láta semja viðbæti sem kom út 1963. Viðbætirinn seldist heldur illa og fé sjóðsins rýrnaði einnig í verðbólgu þess tíma. Samt var ráðist í að ljósprenta bókina í annað sinn 1980 fyrir styrki úr ýmsum sjóðum í 3000 eintökum og seldist þriðjungur upp á sérstöku áskriftarverði. Þá seldist það sem eftir var að viðbætinum einnig upp og var hann ljósprentaður 1981 en seldist stræmt. Hið Íslenska bókmenntafélag sá sölu bókanna og fékk ég að vita síðast í dag að 152 eintök væri óseld af bókinni, fyrstur kemur, fyrstur fær. Eins og allir vita seljast orðabækur og aðrar handbækur dræmt nú til dags. Allt á að vera aðgengilegt á netinu, helst fyrir ekki neitt. Sjóðurinn hafði ávaxtast vel í höndum fjárvörslusviðs Háskóla Íslands og sjóðsins kom sér saman að leita til stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum samvinnu að gera íslensk-danska orðabók aðgengilega á vefnum. Samningar tókust. Sjóðurinn borgaði fyrst og fremst vinnu stúdenta og hafa allnokkrir komið að verkinu. Stofnunin heldur út í sérstakri heimasíðu fyrir verkið sem vafalaust verður sagt frá á eftir. Þegar sá fyrir endan á verkinu fannst sjóðstjórninni skynsamlegast að leggja sjóðinn niður og færa stofnuninni að skilyrtri gjöf þar sem eftir væri af sjóðnum. Leyfi þurfti frá yfirvöldum og ljúka varð ákveðinni skriffinsku, meðal annars hvernig fara skildi með þá peninga sem enn voru á reikningi sjóðsins. Stjórnar ákvað að einungis mætti nota peningana í þágu orðabókarinnar. Guðrún Nordal forstöðumaður tók við gjafabréfinu úr minni hendi 2. nóvember 2020 og undirritaði skilmálan. Hlutverki mínu var þá þar með lokið, stjórnin hafði lagt sig niður. Takk fyrir. Kæra þakki Guðrún og aftur þakkir til stjórnarsjóðsins fyrir þessa framsýni eins og kom fram í máli. Hennar hefur þetta verkefni verið alfarið unnið vegna þessara stuðnings frá sjóðnum. Í verkefnisstjórn þessa verkefnis af hálfu stofnunina hafa verið þrír starfsmenn, Halldóra Jónsdóttir, Þórdís Úlfarsdóttir og Steinþór Steingrímsson. Og 2 þeirra munu tala hér í dag og fyrst kemur Halldóra Jónsdóttir. Hún mun segja frá blöndarsverkefni hjá okkur og ræða starfsemina, starfsmennina og framkvæmdina. Gjör svo vel. Og ég reyna að ná þeim fram. Já. Komið sæl. Það hefur verið nokkur aðdragandi að því að við getum loksins opnað aðganga íslensk-danskri orðabók Sigfúsar Blöndals á vefnum. En nú dagurinn loksins runnin upp og við getum glaðst yfir árangrinum og litið yfir undanfarin 5 ár frá því að verkefnið hófst. Hugmyndin kom fram í spjalli okkar Guðrúnar Kvaran árið 2016 en þá hafði stjórn Íslensk-dansks orðabókasjóðs tekið ákvörðun að orðabókin yrði ekki prentuð á ný. Ég ræddi við vinnufélaga mína, þau Þórdísi Úlfarsdóttur og Steinþór Steingrímsson hvort þetta væri ekki áhugavert verkefni og að sjálfsögðu fannst þeim það. Og í framhaldinu mynduðum við 3 verkefnistjórnina. Árið 2016 var gerður samningur við sjóðinn undirbúningsverkefni til að hægt væri að meta umfang verksins. Við réðum forritara til starfa og
íslensku nemann Kristján Friðbjörn Sigurðsson og þeir gerðu svo fyrstu prófanir sem að tók nú samt það bil 1 ár. Á grundvelli þessa undirbúningsverkefnis gerðu Íslensk-danskur orðabókasjóður og Árnastofnun svo með sér samkomulag í nóvember 2017 að verkið yrði unnið á 30 mannmánuðum frá 1. desember 2017 til 31. ágúst 2019 og myndi sjóðurinn greiða aðkeypta vinnu stúdenta sem til verksins yrðu ráðnir. Skemmst frá því að segja að vinna við yfirfærsluna tók lengri tíma en ráð var fyrir gert í fyrstu eða fram til september 2020 og kostnaður var þar af leiðandi nokkuð hærri en við höfum gert ráð fyrir í fyrstu. Verkefnisstjórnin hefur fylgt verkefninu eftir til loka en við hlið okkar hefur samstarfsmaður okkar Trausti Dagsson séð að tæknihliðin og notendaviðmótið vinni saman og hönnun heimasíðunnar einnig hans verk. Að öðru leyti hefur verkaskiptingin verið sú að Steinþór hefur alfarið séð tæknilega hlið málsins, Þórdís umsjónarmaður upplýsingateksta á heimasíðunni og ég hef séð starfsmannamál, fjármál og samskipti við Orðabókasjóðinn. Við réðum námsmenn til hlutastarfa yfir veturinn en í fullt starf yfir sumarmánuðina og ég tel þá upp í þeirri röð sem þeir réðust til starfa. Fyrstan ber að telja Odd Snorrason, þá Árna Davíð Magnússon, Salome Lilju Sigurðardóttur, Bolla Magnússon, Ásu Bergníu Tómasdóttur og Finn Ágúst Ingimundarson. Það hefur verið ánægjulegt að fylgjast með störfum þessa unga fólks, þar sem saman kemur dugnaður og vinnusemi ásamt ósviknum áhuga á og virðing fyrir því mikla starfi sem Sigfús og Björg Blöndal, Jón Ófeigsson og Holger Víe innta hendi. Góður andi hefur ríkt í hópnum og ég get ekki látið hjá líða að minnast á fræðsluferð starfsmanna Blöndalsverkefnisins til Kaupmannahafnar á slóðir Bjargar og Sigfúsar í september 2019 sem Klara Lackmann sjóðurinn styrkti myndarlega. Þar heimsóttum við meðal annars Konunglega bókasafnið, Norrænu deild Kaupmannahafnarháskóla og fornmálsorðabókina, tókum hús á sendiherra Íslands á Norður-Atlantshafsbryggju og síðast en ekki síst kynntum við verkefnið fyrir félagsmönnum Dansk-Íslands samfund í Jónshúsi. Við fórum einnig í pílagrímsferð að Amabrógötu 151 þar sem Björg og Sigfús hófu búskap og svo yfir götuna að númer 153 þar sem þau byggu alla sína hjúskapartíð. Segja má að ferðin hafi verið eins konar námskeið fyrir nýja kynslóð í lífi og starfi Íslendinga fyrir 100 árum á Hafnarslóð, sem að sjálfsögðu mikilvægur farangur fyrir íslensku fræðinga inn í framtíðina. Heimasíðan í fyrsta lagi hugsuð fyrir uppfletningar í orðabókinni, en einnig sem vettvangur fyrir fróðleik höfundana, orðabókina og umfjöllun hana. Formálinn birtist þar í íslenskri þýðingu og einnig allar 11 greinarnar úr þemahefti Orðs og tungu frá árinu 1997 orðabókina, ásamt andvaragrein Guðrúnar Kvaran Björgu, Andans kona og orðabókar Púl frá árinu 2002. Ekki útilokað að með tímanum muni bætast efni við heimasíðuna. Ég vil nota tækifærið og þakka Landsbókasafni fyrir ánægjulegt samstarf, sérstaklega Ólafi Engilbertssyni fyrir allan undirbúning að þessum viðburði og honum og Rakel Adolfsdóttur á Kvennasögusafni fyrir sýninguna sem opnuð var í tilefni af 100 ára afmæli orðabókarinnar. Að lokum vil ég þakka sjóðnum fyrir traustið og samstarfið. Takk fyrir. Bestu þakkir Halldóra og ég óska ykkur hamingju með velunnu verk og það verður stórkostlegt að fylgjast með hver vel hefur gengið og ekki síst vegna þess að við fengum til liðs við okkur svo frábæra stúdenta sem unnu þetta verk frá 2016 eftir þegar við byrjum með undirbúningsverkefnið og einn þeirra mun koma hér núna og segja frá vinnunni, Árni Davíð Magnússon, gjörðu svo vel.
Komið sæl. Þó orðabókin þegi anda míns óp, aldir þögul ber hún minjar sínar. Þessar línur úr ljóði Bjargar Þorláksdóttur, orðabókinni miklu lokið eftir 20 ára starf, lýsa vel striti Bjargar, Sigfúsar og samverkamanna þeirra við útgáfu hins mikla verks íslensk-danskra orðabókar fyrir rúmum 100 árum. Frá árinu 2016 hafa samanlagt 7 stúdentar verið svo heppnir að fá að halda á lofti arfleið Bjargar og Sigfúsar og unnið sleitulaust að stafrænni útgáfu orðabókarinnar. Það er því mikið gleðiefni að sá dagur sé loks runnin upp að orðabók Blöndals sé aðgengileg og leitarbær á vefnum. Þegar Sigfús og Björg höfðu lokið við fyrstu drög á orðabókinni árið 1908 eftir 5 ára starf, sáu þau fljótt að hún dugði ekki til og varð verkið mun umfangsmeira en þau höfðu upphaflega ætlað. Enda var bókin ekki gefin út fyrr en á árunum 1920 til 24. Segja má að sá hópur sem starfaði við orðabókina 100 árum síðar hafi rekist á það sama. Eins og við komumst að þá var ekki einfalt verk að búa þrekvirki eins og orðabók Blöndals til stafrænnar útgáfu og urðu handtökin ansi mörg. Enda má segja að fá fordæmi hafi verið fyrir útgáfu eins og þessari. Hvar var hægt að hefja störf? Fyrir það fyrsta þurfti að skilgreina svið orðabókarinnar sem eru æðimörg og síðan þurfti að leggjast yfir færslurnar til þess að fá botn í hvernig hægt væri að búa til samrænt, stafrænt viðmót til þess að vinna eftir. Það var ef til vill einn flóknasti verkþátturinn, enda þrautin þyngri að samræma aldargamalt verk sem sjálft ekki samræmt að fullu. Alltaf þegar við töldum okkur vera búin að ráða á letrið á rósettu steininum, þá urðu á vegi okkar orðabókafærslur sem settu kerfið úr skorðum. Þannig að finna þurfti ýmsar lausnir til þess að stafræn útgáfa yrði sem aðgengilegust notendum. Nú í öðru lagi þá reið á að orðabókastarfsmenn samræmdu sína vinnu eins og kostur var, innu í raun sem einn maður. Þeim hóp sem starfað hefur við verkið á undanförnum árum bar gæfa til þess að vera einstaklega samrýndur í sínum störfum. Enda vinnurými okkar á Árnastofnun nú ekki kallað annað en Blöndalsherbergið. Nú eins og sá hópur sem starfaði við orðabókina fyrir 100 árum vissi mæta vel, þá getur orðabókastarf verið mikið púl. Vinnan við orðabók Blöndals hefur þó fyrst og fremst verið skemmtileg og gefandi fyrir okkur sem höfum staðið að henni. Þó henda megi gaman að ýmsum sérviskulegum orðum sem við höfum dundað okkur við að safna, eins og gróður, neyslumaður, glys, varningsverslun og hreppstjórahúfa, þá vegur þyngst að bókin hafsjór af málsögulegum og menningarsögulegum fróðleik og eitt mikilvægasta verk íslenskrar orðabókasögu. Það var ýmislegt sem kom okkur á óvart við orðabókina þegar við hófum störf. En það hafði ekkert okkar í raun þurft að lesa orðabækur spjaldanna á milli eins og við þurftum að gera í tilfelli orðabókar Blöndals. Það var ekki síst framsýni, frjálslyndi og metnaður orðabókarinnar sem kom okkur í opna skjöldu. Eins og þekkt létu orðabókahöfundar sér ekki nægja að safna orðum úr öðrum útgefnum orðabókum og prentverkum, heldur lögðu ótrúlega vinnu við að safna mállýskubundnum dæmum, alþýðu máli og nýyrðum. Þar virðast þeir hafa sótt föng sín eins víða og þeim var auðið. Mállýskudæmum var safnað hvaðanæva að, bæði frá landshlutum og einstökum byggðarlögum og skipti þá litlu máli þótt einungis eitt dæmi fyndist tiltekna orðnotkun. Heimildamenn eru síðan fjölskrúðir, ekki látið nægja að vísa í prentaðar heimildir og nafngreinda heimildamenn, heldur jafnvel götustrákar í Reykjavík nefndir til sögunar. Loks aðdánavert hversu mikil vinna var lögð í að tilgreina allar mögulegar merkingar hvers orðs og ljóst að hverjum einasta steini hefur verið velt við. Það gildir jafnvel þótt merking sé mjög nýleg á samtíma höfunda. Til dæmis fyrirbærið flíill sagt vera einhvers konar hljóðfæri undir 4. og síðustu merkingu orðsins.
Hér eru aðeins nefnd örfá dæmi þann stórmerka fróðleik sem Orðabók Blöndals hefur að geyma, en það okkur mikil ánægja að sá fróðleikur verði nú aðgengilegur á vefnum ákomin ár, almenningi og komandi kynslóðum til gagns, ánægju og yndisauka. Loks vil ég þakka kærlega Íslensk-dönskum orðabókasjóði fyrir að eiga veg og vanda að þessari stafrænu útgáfu og öllum þeim verkefnastjórum og stúdentum sem unnið hafa af miklum myndarskap við útgáfuna á undanförnum árum. Takk fyrir. Bestu þakkir Árni og til hamingju til ykkur allra, 7 stúdentana sem voru við þetta verkefni. En nú kom að tæknilegu hliðinni, hún var flókin eins og Árni kom að og það var Steinþór Steingrímsson sem var einnig í verkefnisstjórn Blöndalsverkefni sem mun segja frá henni og hagnýtingamöguleikum líka verkefnisins. Gjörðu svo vel. Já, ég ætla að nota glærur. Vona að þið fyrirgefið það. Bíða nú við, þetta síðasta glæran. Já, ég ætla að fjalla stafvæðingu Blöndalsorðabókarinnar og ég ætla að byrja á því að gera grein fyrir því hvernig verkið var unnið. Ég ætla að byrja á því að gera grein fyrir því hvernig við sáum okkur fyrir að það yrði unnið, svona til að byrja með, og svo kannski reyna að gefa smá nasisjón af því hvernig raunveruleikinn var, og að lokum ætla ég að sýna svona nokkrar tölur þarna, hvað í bókinni og dæmum hverju er hægt að ná út úr henni. Til að byrja með þá kannski nefnaði stafvæðing eldri orðabóka að hún er unnin með margvíslegum hætti. Það er eiginlega engin svona stöðluð leið til þess og nú til dags er ýmist byrjað á því að ljóslesa bækurnar, sem láta forrit lesa textan og vinna svo með þann texta, eða að notast við tvöfaldan innslátt, double keying heitir á ensku, og það er yfirleitt unnið þannig að 2 eintök af orðabókinni eru send til Kína og þar er eitthvað fólk sem að sér bara stafina og veit ekkert hvað þýða og stimpla inn alveg frá byrjun og til enda, og síðan eru svo 2 útgáfur bornar saman til að finna þarna villurnar og þá á allt að vera alveg hárrétt upp á staf. Við ákváðum að gera það ekki. Það voru einhverju fólki á Norðurlöndum sem sögðum frá þessu verkefni sem fannst það furðulegt ákvörðun hjá okkur að gera það ekki, það væri svo góð leið. Heldur ljóslásu stúdentarnir, þeir stýrðu ljóslestrinum á bókinni og svo ákváðu að vinna úr efninu og þá eru líka ýmsar leiðir sem menn geta farið í því, annars vegar bara að ná bara úr textanum og svo er bara hægt að gera textaleit eins og í skáldsögu eða þannig, eða marka hverja einustu flettu, þannig að merkja við, hér er flettorð, hér er sem sagt orðflokkur og svo framvegis. Sem sagt með þessum hætti, hér er ein mjög lítil færsla, prakkari, og hér er svona dæmi það hvernig það var unnið. Það er svona merkt við flettuna, síðan er beyging, hljóðritun, formdeild, svo er svona fyrsta merkingin, utan hana, og það er alveg svona merkt við hvert einasta atriði. Og með þessu móti er hægt að sækja efni upp úr orðabókinni með öllum mögulegum hætti þegar það er búið að fara í gegnum þetta allt saman. Til þess að þetta sé hægt, þá náttúrulega gerir maður ráð fyrir því að uppbyggingin á flettunum sé kerfisbundin með einhverjum hætti, að það sé einhver regla í gangi og þá er hægt að búa til einhver svona snið, mörkunarsnið til þess að sem að bókin ætti að falla inn í. Og við svolítið svona gerðum ráð fyrir því að það væri nú hægt að gera við þessa bók með því svona flettan og skoðana, það leit út fyrir að frekar kerfisbundið, svona áður en maður byrjaði. En það kom á daginn og það var kannski ekki alveg endilega þannig. Upphaflega áætlunin var svona sem sagt. Við ætlum að byrja á því að ljóslesa bókina. Hún var sem sagt mynduð hérna á Landsbókasafninu, svo ætlum við að gera það gegnum ljóslestrarforrit. Það var sett upp vinnuumhverfi fyrir mörkurina sem var bara smíðað af stúdent sem var fengið til að gera það og gerði það alveg ágætlega. Svo koma hinnir krakkarnir í mörkurina, þá er textarnir lesnir inn í mörkurina og svona marka sjálfvirkt að hluta til og svo halda þeir áfram og klára að marka þetta og svo fer þetta bara beint inn á vefinn. Frekar einfalt og ég held að þetta væri nú kannski bara frekar auðvelt verkefni þó að það væri kannski tímafrekt. Svona var þetta. Þetta er einföld í mynd, ég ætla að taka það fram. Það byrjuðum á því að ljóslesa
og síðan komst það því að við gátum ekkert keyrt þetta inn í mörkunarforritið nema merki einhvern veginn á milli fæslana, þannig að krakkarnir opnuðu blaðsíðurnar í Word og gerðu bara línuskil á milli allra fæslana og svona 1000 blaðsíðum. Það var ekkert eins tímafrekt og það hljómar en tók samt svolítið tíma. En það var í rauninni eina leiðin, það var ekki hægt að gera þetta sjálfur. Svo smíðum við lítið forrit sem að keyrir þetta inn í þarna mörkunarforritið sem lítur svona út og forritið það gerir svona hluta að mörkuninni sjálfvirt og einföldustu fæslunar voru alveg sjálfvirkar, þannig að þau þurftu bara að staðfesta krakkarnir. Svo er sem sagt forrit sem les út úr svona mörkum og inn í gagnagrunn og úr gagnagrunnunum áttu það svo að fara inn á hérna VF, þannig að hugmyndin var að það færi bara svona og svo þaðan hérna inn. En þegar við lesum úr mörkunum þá sjáum við að það eru villur í því, en það er náttúrulega fólk að vinna, þau eru fyrst alveg voruð 7, þau þurfti að vinna sem einn maður og gerðu það svona yfirleitt en stundum var svona smá munur, en þetta þurfti að vera alveg svona staðlað, þannig að það komum villur þarna og þá hérna kom út listar tilbaka, þau þurftu að skoða þetta aftur og svo fara þau svona hring eftir hring með sund og þangað til að þau komast allavega hingað. Það forrit sem endurgerir færslur úr mörkuðum bútum og það er svona færslurnar sem ætti að birta. Og þá kemur það til ljós þegar að fara að skoða þær að þær eru kannski ekki alltaf, það virka kannski ekki alltaf, það næst sumt ekki vegna þess að þarna mörkurinn var ekki alveg rétt. Þannig að þá er þessu kastað aftur tilbaka með einhverju listum og krakkarnir þurfa að skoða það. En að lokum komast við hingað, eða ekki að lokum, eða næst. Og þetta er sem sagt leiðréttingartól sem var smíðað og þá sem sagt sjáðu hvernig færslurnar eiga að birtast. Og sumar af færslunum þarf ekki að skoða, flestar af þeim þarf ekki að skoða, en sumar eru merktar að þurfa að skoða þær og þannig finna þau líka einhverjar fleiri villur sem gætu hafa villst þarna inn. En til þess að þetta sé hægt, það var erfitt að vera þarna með einhver eina færslu og finna hann á heilli blaðsíðu. Þannig að við þurftum að klippa blaðsíðuna niður í myndir af færslunum bara, stökum færslum. Og þetta var eiginlega ekki hægt að gera sjálfvirkt heldur, þannig að ég smíðaði lítið forrit til þess að klippa þetta og krakkarnir fóru sér niður við blaðsíðurnar og merktu við hvað er hægt að klippa. Og þetta var svona, Árni lýsti þess að þetta væri svona bara ágætt æfing í núvitund að fara svona í gegnum þetta. En þegar það var komið þá er miklu auðveldara að fara yfir og leiðrétta og svo getum við birt þessar myndir af færslunum líka inn í orðabókina á vefnum, þannig að lokum þegar það fara í gegnum þetta þarna. Hér sjá einhverja villustund og þarf að marka aftur og fara allan hringinn með svona færslurnar. En að lokum þá kemst þetta hérna inn í birtinguna og ég held að orðabókin sé svona við það að verða að líta laus, sko. Hún er orðin aðeins góð. Við vitum af örfáum atriðum sem við höfum rekist á í dag og gær sem við laga á næstu dögum. En þarna annars er þetta bara orðið held ég ansi fínt. Tölur nú er náttúrulega auðvelt að telja saman hvað er í bókinni og mér sýnist orðaforðan vel 150.000 orð, allar þessar tölur með þeim fyrirvara ég hefði slegið þetta vitlaust inn þarna þegar ég var að búa til glæruna. En við skulum bara gera ráð fyrir þetta sé rétt sem stendur þarna. Þá eru 109.000 flettur í þarna fyrstu útgáfan og 41.670 í viðaukanum. Það eru 42.000 vísanir í heimildir og maður getur skoðað hvaða heimildir eru algengastar og það kemur kannski svolítið óvart að Imreiðin, það er algengasta heimild Blönduósorðabókar og svo Þjóðsögur Jóns Árnasonar, það er svolítið svona toppur þarna. 5.700 flettur eru merktar sem staðbundin merking eða orðið staðbundið og það eru vestfirska algengust, það eru 2.425 málsættir í bókinni og svo þýðingarna á dönsku það byrja 200.000 þýðingar merktar, 75.000 skýringar, íslenska skilgreiningar svona 23.000 orðunum og svo eru 3.000 flettur á einhverjum sérsviðum. Og svo eru náttúrulega merkingarna fyrir úrelt, nýyrði, skáldamál og tökuorð, það eru merkingar fyrir það líka, nokkur þúsund svoleiðis og það sem er til dæmis hægt að gera við bókina núna er að við getum bara fengið lista yfir öll nýyrði í Blönduósorðabókinni og ég tók út bara svona smá bút þarna, einhvers staðar í S-inu og þetta er allt saman nýyrði í orðabókinni og þetta er bara svo satt pikkað út úr stafrófsröðinni. Ekkert voðalega mikið af þessum orðum er ennþá notuð, sorp, ökuþór er líklega þarna, dottið fljótt út. Sóttar gagneitur, veit ekki hvað það er. Og svo er þetta að taka líka bara listi yfir alla málsættina.
sumir eru kannski merktir heimildum, það væri hægt að taka það út líka og það er svona orðin sem þau hanga í. Og ég tók þetta þarna út bara að því að mér fannst eitt vera svolítið áhugavert í þessum lista sem kom út hér. Yfirleitt er sem sagt ég skrifað J-E í orðabókinni en hérna í þessu þá allt í einu ég og ég fletti upp á þessu og skoðaði myndina og það ekki ég á myndinni. Þannig að það greinilega ekki alltaf alveg samræmi í því hjá þeim, það svona hlaupið eitthvað. En þannig að það er hægt að skoða alla mögulega, skoða þetta frá öllum mögulegum sjónarhóttum. Stafsendinguna eða bara einhver ákveðin fyrirbæri. Þetta er síðasta glæran og núna ætla ég bara að setja hérna, býða nú við, hvernig ger ég það? Nei. Þá ætla ég bara að setja hérna á þetta hér upp á sí. Svona, ef þetta svona, sáðu ekki neitt. Og þá getur kannski bara. Þá kannski kemur bara Ármann Jakobsson og opnar orðabókina. Stafræn útgáfu. Kæra þakkir, það er hérna fleira sem hefur tafist en vinnan. Þessi opnun líka, ég held ég hef uppalega verið munstraður í apríl í fyrra og svo nokkru sinnum aftur. Og svona, ég hef vonast til þess að lifa að fá að gera þetta. Og það virðist alltaf að takast. Ég á bara 1 og 1 hnapp, en það er líka hægt að klúra því. Þannig að nú prófa ég. Já. Og svo íti ég eitthvað á hérna. Já, meira kannski, til þess að sjá alltaf. Hérna. Skal við sjá. Til hamingju. Við þökkum Ármanni Jakobssoni formanni Íslenskrar málnefndar kærlega fyrir að hafa opnað vefinn. Hann er blöndal.arnarstofnun.is og við vonum að þið sem hlýðið á þessa athöfn muni fara strax að skoða vefinn og hann býður upp á alveg ótrúlega marga möguleika eins og Steinþór kom að á eftir. Ég þakka okkur kærlega fyrir komuna hér í dag. Mér langar að líka minna á sýninguna hér í safninu orðabókina og Björgu og Sigfús og njótið hennar og hún verður opin til 9. mars. Njótið vel. Takk fyrir.